Það þakka fyrir fundarstjóri. Ég var með einhverja glærur hérna með þessu og ætlaði að fara yfir nokkur atriði í því sem við höfum verið að gera og velta upp líka þessum sjónarmiðum hvar erum við stödd varðandi opinberan rekstur í heild. Og hérna, ég veit ekki hvort þið getur fengið einhverja glærur en fyrir 8 árum síðan allavega þá vorum við með 2 bæjarfulltrúa í Árborg, síðan voru kosningar 2006 og þá fórum við á 24% í 40%. Og síðan bættum við betur fyrir 4 árum síðan og fórum í 50% rúm og hreina meirihluta. Og nú erum við að skila góðu búi og ég trúi því og treysti að við höldum þeim meirihluta áfram. Nú hérna, ég ætla fyrst að kasta upp hérna nokkrum algengum fullyrðingum sem að við höfum flest ef ekki öll heyrt. Þessi er mjög algeng og einmitt oddviti okkar í Reykjavík kom inn á þetta. Því er haldið fram að það skipti engu máli hver í stjórna og það henta náttúrulega þeim best sem stjórna illa. En við vitum betur. Annar frasi er það að útgjöld sveitarfélaga séu svo lögbundin að það sé ekki þetta hróflaðin einu og þetta sé í raun og veru bara puntudúkkur sem að geta ekki gert neitt. Þetta sé allt lögbundið og lögbundin verkefni og svo framvegis. Það er kolrangt. Síðan er þriði frasin sem við heyrum frá starfsmönnum sveitarfélaga sem eru náttúrulega að reyna að verja sína málaflokka. Það er búið að skera inn að beini og ekki verið meira gert. Og þegar við hlustum á þetta þrennt, þó þessi ekki fleiri fullyrðingar, þá er náttúrulega auðveldast að gera ekki neitt. En ég vildi horfa á stóru myndina svolítið í þessu máli, varðandi sveitarfélögin og ríkið. Hið opinbera eins og það er svo virðulega kallað í íslensku máli. Útgjöld hins opinbera, þau hafa tífaldast ekki að nafnvirði, heldur sem hlutfall af þjóðarframleiðslu Íslendinga á 100 árum. Hafi farið úr 6% í 60%. Tekjurnar hafa vaxið gríðarlega, því við vorum ein fátækasta þjóð Evrópu, en erum ein ríkast í dag, en útgjöldin hafa vaxið miklu, miklu meira og góð mál fjármögnun með sköttum. Og hvar er þá sjálfbærnin? Má spurja, ef að jafnvægið er ekki meira en þetta. Þetta er myndin sem að er unnið upp úr tölum sem að ég fekk datamarkað til að vinna á samt því við fengum tölur frá Hagstofunni og svo fengum við tölur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga en ég held að þetta graf hafi ekki verið til fyrir ári síðan. Þetta er í raun og veru hlutfall hins opinbera, það er að segja neðri línan er ríkið og hitt er ríkið og sveitarfélagin saman á síðustu rúmum 100 árum. Þessi gröf eru til fyrir flest vestræn ríki en þetta graf var ekki til fyrir Ísland. Við sjáum mjög svipa farandi til þess Bretland og Bandaríkin en þessi breyting er meiri hjá okkur. Hún er meiri. Því að þeirra hlutfall var þó allavega komið upp í 10% fyrir 100 árum. Nú hérna hækkun skulda því að þessi aukning útgjaldana, hún er því miður ekki sjálfbær. Hún er ekki drifin áfram af tekjum. Hún er drifin áfram af skuldum. Hérna er þetta náttúrulega lögmál eða ekki? Svarið frá Árborg allavega er nei. Við erum búin að lækka skulda hlutfallið okkar sem er búið að ræða mikið um 1/3 á 4 árum. Skuldir Árborgar uxu allt frá stofnun sveitarfélagsins öll árin fram til 2010. Árið 2009 var gert ráð fyrir tapi í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins hjá vinstri meirihlutanum fram til ársins 2013. Við gerðum ekki áætlun lengur en það. Það var gert ráð fyrir að eigið fé myndi minnka öll árin og þá leiði ég mér því ég var í minnihluta að segja sveitarfélagi Árborg stefnir í gjaldþrot. Og það var ekki vegna þess að það voru mína tölur eða mín svarsýni, það varu tölur þeirra sjálfra fyrir kosningarnar 2010. Þessu var síðan snúið við á fyrsta ári, 2010. Þá skilum við afgangi eftir mikinn hrikalegan taprekstur í 2 ár á undan og við höfum skilað afgangi af samstæðinni öll árin á kjörtímabilinu og það er bara 2 sveitarfélög af 8 stærstu sem hafa gert það er Árborg og Garðabær. Enga síður yfir við litlar tekjur. Og hvað var gert? Við byrjuðum á sjálfum okkur, við fækkuðum nefndum og við fækkuðum yfirmannsstöðunum úr 18 í 9. Það er hansi vel í lagt og þar til dæmis við vorum með bæjarstjóra sem var pólitískur. Við ákvæmum að ráða framkvæmdastjóra, nota titilinn sem er í sveitarstjórnarlögunum, auglýsa eftir honum og sá starfsmaður hefur heldur betur vaxið í starfi og vann glæsilegan sigur í prófkjöri okkar sjálfstæðismanna núna, hafði aldrei komið að pólitísku starfi áður, en ákvað að stíga í
hringi með okkur Ásta Stefánsdóttir og hún ætlar að halda henni erindi á eftir. En við fækkum öllum þessum silkihúum. Og hvernig gerðum það? Án málaferla, án þess að vera kærð. Við feldum yfirleitt burt yfirmanninn. Ef þetta voru 2 starfsmenn þá tókum við yfirmanni burt. Hann er dýrari og undirmaðurinn sem fekk þá vaks í starfi varð ánægður á eftir. Það þurfti ekki að hækka launars. Hann fekk bara meiri ábyrgð. Þetta er aðferð sem ég mæli með hjá ríkinu. Það er búið að prófa þetta í Árborg. Virkar. Nefndir sameinaðar og við minnkum við okkur, risnukostnaðar og sammeili, þetta er bara ekki til hjá okkur. Nú rekstrarafgangurinn hann hækkar 70% og fjármagnið er betur nýtt. Það er oft hjá sveitarfélögum eins og mörgum fyrirtækjum að það er peningur hér og skuld þar og svo er ekki gert upp á milli og svo framvegis, við bara fórum betur með peningana. Það er eitthvað sem að menn geta gert betur. Nú annað dæmi er það það átt að byggja nýjan grunnskóla en þegar við fórum að skoða þörfina þá fundum við heilan grunnskóla sem við gátum leigt út. Nú forgangsum við verkefna og svo kreppa nýtt til að kaupa fjárfestingar og lágverði. Það er nú ekki tími til að fara út í það en við gerum nokkra góða díla. Skuldahlutfallið var svona árið 2010 þegar við tökum við. Sjáum við rauða strikið. Það er nokkuð vel yfir mörkum og svona erum við í dag, undir 140%. Nú, svona eru skuldir á föstu verðlagi, þær hafa bara farið niður og fasteignaskatturinn, það er sá skattur sem við gátum lækkað, við getum ekki lækkað útsvarið út af reglum jöfnunarsjóðs, það er bara myndi bitna svo hrikalega okkur. Við lækkuðum hann í 3 ár í röð, þannig að hann er 15 lægri af próstu heldur en hann var í byrjun, fór 0,35 í 0,25 og við teljum að við séum með öllum þessum aðgerðum að auka gæði samfélagsins og þar alveg muni fasteigna verðið hækka og við fáum þessa peninga tilbaka. Það er aukin þjónusta, hún er ekki minni. Það er ekki einn þjónustu þáttur gagnvart íbúunum sem minnkaði. Við minnkuðum stjórnsýsluna, minnkuðum kostnaðinn, en við höfum opið lengur í sundlónum bæði hvern einasta dag og það voru rauðu dagar teknir burt. Það er frítt fyrir börn og unglinga, eldri borgara, öll leikskólarými eru nýtt, þau voru ekki notuð öll, það var sparnaðarhugmynd, en áfram var borgað af lánunum og áfram var borguð laun, en það sparaðist einhver smá matur í mötunötunum. En við nýtum þetta allt. Við stór eflum fræðslusviðið fyrir sama pening, við erum að nýta peningana svona 50% betur varðandi sameiginlega liði í fræðslumálum með því að taka þá inn til okkar og við erum búin að gera stór átak í hitaveitu, ákvæm að selja hann ekki, eflana og hún er orðin gullgæs okkar. Ánægja íbúa, því að það gagnar lítið að skera niður ef að íbúarnir verða síðan mjög óánægðir. Ánægjan hefur aukist, við vorum í neðsta og neðsta sæti hérna á síðasta kjörtímabili samkvæmt Ánægju og Gallup, en við fórum úr þessu 15. og 16. sæti í 9. sæti á 3 árum og við höfum fengið aukna ánægju með lykilmál eins og skipulagsmál sem voru mjög í miklum ólestri og þar fóru til dæmis við gerum nýtt miðbyggðarskipulag og athugasemdirnar voru 1200 á fyrra kjörtímabili en fóru niður í 1. Sá sendi okkur líka kveðjugleðilegt sumar. Og málefni fatlaðra, það er það málefni stóra sem við tókum yfir, þar er mjög mikil ánægja, við erum langt við meðaltali með það mál. Það er nýtt verkefni sem við tókum við á vakt sjálfstæðismanna. Framtíðin er björt fyrir sveitarfélagið ef að menn klúðraði ekki. Það er að segja að ef að sjálfstæðismenn fá áfram að vera við stýrið, þá mun skipið sigla beinabraut. Við erum með góðan grunn, fáum þá einhver frá viðskiptabönkunum sem vilja lána okkur. Við tökum ekki lán hjá þeim. Við erum áfram með hagræðingu, áfram með lækkun skulda, með frábæra staðsetningu sem er okkar vísi til vaxtar, sóknarfæri í ferðamennsku og í raun og veru sóknarfæri á heilbrigðum grunni og þannig viljum við hafa það og veit það að við förum með gott veganest inn í kosningaðin vor. Takk fyrir og gangi ykkur öllum vel. Ég þakka Eyþóri fyrir hans innlegg og það væri nú gaman að koma bara í vettvangsferð á Selfoss og kynna sér beinið til frambjóðandi okkar hérna. Að koma að skoða hvernig þetta hefur nú tekist til hjá ykkur. En
Selfoss færi nú plásir aftur á dagskránni síðar. Ég náttúrulega get ekki varist á tilhugsun að það sé eitthvað samsæri hérna í gangi, einhver sérstök flokksmarkaðssetning á Selfossi, en það er nú væntanlega bara vegna þess að því hafi margt til málun að leggja. Og verður gaman að heyra í oddvitanum hér á eftir. En þá er röðin komin að Hafnarfirði og það er mér sérstök ánægja að bjóða hér nýkjörinn oddvita Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, Rósu Guðbjartsdóttur, hér upp. Hún er að fara að takast á við rauðan bæ þar. Rauði bærin Ísafjörður, honum hefur nú verið stýrt af sjálfstæðismönnum í meir en 16 ár, þannig að þetta er nú allt hægt. Og Rósa, þú tekur þetta í vor. Hvar ertu? Þarna ertu, já.